Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesú nafni. Amen. Ég les aftur úr útsendingaræðu Jesú það að bera Guði vitni. Ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hústryggja yður í samkundum sínum. Þér munu leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni mig fyrir þeim og heiðingjunum. En þá menn draga yður fyrir rétt, skulu þér ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það ekki þér sem talið, heldur talar andi föður yðar í yður. Þetta svakaleg ræða. Ef þú varst ekki vaknaður við vekjaraklukkuna almennilega, ættu þessi orð að vekja þig upp svo munar. Venjulega allt slétt og fellt í lífi okkar. Sú hugsun að allt þróast á jákvæðan hátt og upp á við ágæt og skyld hugsunin Guðsríki, ef ekki af henni sprottin. En þegar við verðum óraunsæ í jákvæðin okkar, þá komin á háskalega braut. Við verðum að vera í Guði, góðum Guði, sem uppspretta alls hins góða, gefur börnum sínum góðar gjafir en leið að vera í veröldinni, sem getur snúist öndverð og mótdræg í það minnsta. Það kristilega afstaða sem Jesús kenndi með þessum orðum. Maður þarf að hafa varan á gagnvart mönnum. Það eitthvað sem kirkjan hefur þurft að ganga í gegnum aldaraðir. Páll postuli var að svara fyrir trú sína fyrir keisaranum í Róm á sínum tíma. Lúterska heimssambandið varar við alþjóðavæðingu hagkerfisins á kostnað þjóða og þjóðflokka sem kippir jafnvel lífsgrundvölli undan þeim fyrir hámars ávöxtun fjármagnsins. Þetta skyldi ekki vera að andi Guðs vilji gera okkur mannlegri, mannúðlegri hvert við annað, bæði í hinu stóra og smáa. Með orðum sínum hvetur Jesús okkur til þess að við berum Guðs anda vitni. Það andi kærleika og umhyggju. Kærleikurinn alltaf persónulegur. Kannski það ástæðan fyrir því að talað harðari gildi í pólitíkinni og viðskiptalífinu, en mannúðlegu gildin eiga að ná þangað líka samkvæmt Jesú. Það hafa þjóðirnar staðfest með mannréttindayfirlýsingum sínum. Andi Guðs gefi okkur að vera mannúðlegri eins og Jesús á öllum sviðum lífsins. Þá ætla ég að fara með annað erindi í bæn minni 5 þætti eftirfylgdarinnar. Biðjum saman. Faðir vor, fagna ég, leið þú mig lífsins veg. Gengið því götu þá, gæska þín greiða má. Kærleik þinn þrái mest, öðrum von veita best. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgið þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þó oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gef okkur góðan dag.